Ökumaður sem undir áhrifum áfengis hefur þrengra sjónsvið en sá sem ekki undir áhrifum. Hann á erfiðara með að sjá hættur í jaðarsjónsviði og getur því ekki brugðist eins örugglega við þeim. Dómgreind hans og athyglisgáfa hefur skerst, jafnvel þótt hann hafi aðeins neytt lítils magns af áfengi. Viðbragðstími lengist og rétt sjálfvirk viðbrögð geta verið mjög trufluð og röng. Líkurnar á slysi aukast verulega, jafnvel þótt áhrifin séu lítil. Fórnarlömb þess slys geta verið einhverjir nákomnir ökumannunum, jafnvel börn. Á 10 ára tímabili frá árunni 1999 til 2008 létust 32 í umferðarslysum þar sem ölvunarakstur talin aðal orsök. Þess eru dæmi að ökumenn sem hafa valdið banaslysum eftir neyslu áfengis séu dæmdir fyrir manndráp af gáleysi. Ef þú átt þátt í umferðarslysi og það mælist áfengi í blóðinu, getur tryggingafélagið gert þig sem ökumann ábyrgan fyrir öllu tjóni sem af hegðun þinni hlýst. Jafnvel þótt mælanlegt magn áfengis hafi verið lítið. Það tjón getur numið tugum milljónum króna. Það eru hins vegar mikla líkur á því að þú sért að bjarga mannslífi ef þú kemur í veg fyrir að einhver setjist undir stýri eftir neyslu áfengis. Þú gætir þurft að hringja í lögreglu. Það borgar sig aldrei að aka eftir neyslu áfengis hvort sem að ræða einn drykk eða fleiri.